Jæja, Viktor, þurfum kannski að byrja á þessu atviki. Já. Hvernig blasir þetta við þér? Herri, boltinn er bara laus skoppandi þarna og ég fer svona heldur hratt í þetta atvik og svo rennur stóðfóturinn bara undan mér og ég lendi þarna illa á honum. En ég fer vissulega eins og hratt í þetta og leiðast atvik en kannski engin ásetningur í þessu. Einmitt. En kannski verðskuldar rautt spjald þrátt fyrir að það hafi runnið. Hvað segir við því? Já, ég er ekki þessi dómar tilbúin að þræta fyrir sinn málstað út í rauðan döðana. En jú, eflaust að ég fór svo hratt í hann og hvernig ég lendi á hann, þá, þú veist, eflaust sko, ég er ekki búinn að sjá hvernig það leit út en það má eflaust réttlæta það. Einmitt. Og ég er búinn að sjá okkur myndir sem hann Hafliði tók og á sem betur fer þá ferðu í lærið á honum en ekki í hnéð. Þannig að hann slapp óhultur frá þessu. Það ekki allan að jákvæða þetta? Já, þú veist, fyrst og fremst bara gott að hann slapp og allir sluppu óhultir frá þessu. Það er náttúrulega bara leiðilegt þegar einhverjir meiðast. En eins og segið það var bara engin ásetningur í þessu. Ég ætlaði bara að fara eftir boltanum og fór of hratt í þetta og þú veist, það bara rann undan með stafótinn. Þannig að þú veist, það er bara óheppilegt og slys en jú, eflaust verðskuldaði rautt en ég segi, ásetningur ekki og bara feginn að allir labba heilir eftir þetta. Einmitt. Og þetta er pínu svona óheppilegt að þetta gerist akkurat þegar Ívar er nýfarinn út af. Já, akkurat. Já, þú veist. En svona moment getur maður ekkert einhvern veginn, þú veist, maður ákveður þetta ekkert eða, þú veist, maður veit ekkert hvenær einhver svona klaufa moment gerast, þannig að maður þarf bara að taka á þeim þegar það kemur og sem betur fyrir er þetta sjálfgeft. Einmitt. En svona að leiknum, núna byrjuðu heimamenn rosalega vel, þessi 30 mínúturnar áttu þeir eiginlega leikinn, svo bara tókuðu yfir. Var eitthvað breyting sem? Já, þú veist, nei, ég er alls ekkert sammála þeir áttu leikið mér, það var bara einhvern veginn í járnum, jú, þeir voru alveg með boltan, þeir eru bara frábærlega gott lið, sko, við fórum inn leikinn bara eins og þetta væri efstudildalið, þannig að það var ekkert vanmat í gangi og þeir sýndu það, þú veist, í fyrrháleik, þeir bara, áttu helling í þessu, en við vorum bara þéttir, við vorum ekkert að gefa henni færa á okkur og vorum svona að þreifa á þeim og vorum svona kannski smá tíma að koma okkur almennilega inn í þetta en eftir, kannski 20-30 mínútur þá sem við taka alveg yfir og var þannig kannski fram að rauðarspjaldinu þá náttúrulega auðvitað bara eðlilega, þú veist, herja þeirra þess ákvörðin í lokinu og svona, einu fleiri en mér fannst við bara vera flottir og, þú veist, kraftmiklir og höfum svona nokkuð góð stjórn á þessum leik. Einmitt. Og áttu von á því, myndi giska á það að mæta Þrótturinn minna í bestdeildinni næsta ári? Myndirðu segja já eða nei? Já, ég meina ef allt gengur fyrir þá og þetta er svona þeir sem horfir þá bara ætti allt eins von á því. Þeir eru alveg vel sammeldir og þeir eru með svona bara gott skipulag og rúlla vel og þekkja greinilega hvern annan og eru með heilstætta hugmyndafræði þannig mér finnst þetta bara virkilega flottir. Akkurat. Þeir eru bara svona lokum, þá ætla ég bara að taka fyrir hanskana þeir að koma í viðtalið. Þrátt fyrir þetta, bara vel gert. Já. Og ég tek undir það með þér, ég er búinn að horfa á þetta nokkuð oft og ég er líka búinn að sjá myndir og ég er alveg sannfærður að það var engin ásetningur, þú bara rannst, það var klaufalegt og óheppilegt og bara gefið mikið hrós fyrir að mæta og tjáðu þetta. Já, bara sjálfsagt ekki málið. Bara takk hérlega fyrir þetta. Takk.